sem drottni tilheyrir, því brotti fylkingar, Guð faðir er, Guð faðir er. Dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal nú í dag. Dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal nú í dag. Dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal nú í dag. Við skulum syngja hefðu gleðisöng, byrja morguninn á því. Hefðu gleðisöng og fagnir, þér sem drottni tilheyrir, því brotti fylkingar, Guð faðir er, Guð faðir er. Dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal nú í dag. Dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal, dýrðin hans er, mitt á meðal nú í dag. Amen. Halleluja. Er ekki yndislegt að fá að koma saman í húsi Drottins í dag? Hugsaðu ykkur það að við erum þessara forréttinda aðnjótandi að fá að koma saman, lofa hann, tigna hann og dvelja í hans nærveru. Og mér langar að lesa hérna úr 24. Davíðssálmi sem segir: Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa, sem eru við og allir hinnir. Því að hann grundvallaði hana á hafinu og festana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall Drottins og hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá sem hefur flekklausar hendur og hreint hjarta og sækist ekki eftir hégóma og vinnur ekki ranga neyð. Hann hlýtur blessun frá Drottni og réttlæti frá Guði frelsara sínum. Er ekki dásamlegt fyrirheiti? Og þetta er það sem okkur er gefið. Og við skulum njóta þess hér í dag að lofa hann og tigna hann. Jesús.
sem þú drottinn. Halleluja. Ó, já, Faðir. Því þú góður Guð. Jesús, þú fegurð en allt annað. Þú minn frelsari, mitt líf, þú mér allt. Jesús, þú fyllir líf mitt gleði. Ég elska þig því þú góður Guð. Jesús, þú fegurð en allt annað. Minn frelsari, mitt líf, þú mér allt. Jesús, minn fjársjóð hef ég fundið nú, þín dýrmætari gull ert þú. Jesús, ég elska þig, drottinn minn og Guð. Jesús, þú fyllir líf mitt gleði. Góður Guð. Jesús, þú fegurð en allt annað. Þú minn frelsari, mitt líf, þú mér allt. Jesús, þú fyllir líf mitt gleði. Ég elska þig því þú góður Guð. Jesús, þú fegurð en allt annað. Frelsari, mitt líf, þú mér allt. Jesús, minn fjársjóð hef ég fundið nú, þín dýrmætari gull ert þú. Jesús, ég elska þig, drottinn minn og Guð. Fjársjóð hef ég fundið nú, þín dýrmætari gull ert þú. Jesús, ég elska þig, drottinn minn og Guð. Ég elska þig, drottinn minn og Guð. Ég elska þig, drottinn minn og Amen. Yndislegt að vera með ykkur hérna í dag. Kannski, ég veit, eru eiginlega öll sest, en má ég biðja ykkur að heilsa tveim í kringum ykkur og segja hjartanlega velkomin á samkomu í dag og biðja hvert annað Guðs blessunar. Yndislegt. Og þessi góði hópur hérna uppi gleymdi að kynna sig, eða voru auðmjúk og hóvar til þess, að þetta loðgjörðahópurinn á samhjálparsamkomum sem hérna allar fimmtudag. Ekki að gefa þeim gott klap. Og ef þið viljið koma og upplifa yndislegar samkomur, þá ykkur auðvitað velkomin að halda áfram að koma klukkan 11 á sunnudögum, en þá líka á fimmtudögum klukkan 8. Mér finnst alltaf ótrúlega gott að koma á samhjálparsamkomur. Og ég segi það alltaf þegar ég kem að predika að ég hugsa alltaf, af hverju kem ég hingað oftar? Og svo kem ég næst þegar mér búið að predika. En endilega ekki láta þessar stundir fram hjá okkur fara. Þar gerast kraftaverk, sérstaklega þegar ég predika. Því að
einhvern tíma var mér sagt að það væru bara 10 mínútna predikanir í Samhjálp og ekki segja mér ef það ekki lengur þannig af því að þetta einu skiptin sem ég tekst að tala í 10 mínútur. Það bara eitthvað 1 vers, svo skeiðklukka og svo bara held ég mig við það. Það alveg yndislegt og yndislegar samkomur. Þetta ekki yndislegt að ég tali stutt, heldur yndislegar samkomur og yndislegt alltaf að vera með. En haustið nálgast, við tölum bara í trú að þessi ekki komið. Amen. Haustið nálgast, einhver tímann kemur það, kannski aldrei. En barnastarfið að detta í gang og ég ætla að biðja hana Rakel Lúðvíksdóttur að koma aðeins upp og segja ykkur frá breytingum sem eru framöndan í barnastarfinu eða svona framþróun. Að alltaf spennandi hlutir eiga sér stað þar. Hjartanlega velkomin. Komið sæl. Herði, við ætlum að fara með á stað barnastarfi 7. september og þegar við byrjum þá ætlum við að vera búin að gera ótrúlega flottar og góðar breytingar á barnastarfinu. Það nú þannig að við erum búin að vera með hugsjón í kollinum allt síðasta ár og síðustu 2 ár, framkvæmt sumt, annað hefur verið í kollinum, annað í munninum, en ekki náðu að framkvæma allt. Svo í byrjun sumars fórum við 3 ár til Svíþjóðar í Hillsongskirkjunni í Stokkólmi. Já. Og þar sáum við bara hugsjónin okkar ljóslifandi fyrir framan okkur. Einfalt, þægilegt og umfram allt náði boðskapurinn til krakkana og öll framkvæmdin á starfinu var eins og við höfum hugsað, talað og reynt að gera, en ekki kannski alveg tekist. Þarna var þetta bara allt fyrir framan okkur. Breytingarnar kannski urðu til þess, þær sem við ætlum að gera, að við þurfum að flytja. Við ætlum að flytja helminginn af starfinu upp þar sem unglingarnir eru nú til húsa og við ætlum eiginlega að taka það sem undir, alveg undir okkur. Við ætlum að taka öll þessi litlu herbergi í barnastarfið. Ég kem kannski aðeins að því eftir smá stund. Unglingarnir færa sig niður í stærra herbergið og við verðum með sal áfram í miðjusalnum. Ef þið hafi komið niður í kjallara þá vitið þið hvað ég að tala um. En ástæðan fyrir þessum breytingum að við höfum upplifað það að krakkarnir koma á samkomu, þau upplifa Jesú en þau eignast enga vini. Kannski bara vina fólk innan kirkjunar og þau kynnast þeim börnum. Þau kynnast kannski ekkert fleiri börnum. Hvað margir sem eiga vini í kirkjunni? Hvað eru margir sem vilja eiga vini í kirkjunni? Hvað eru margir sem telja það mikilvægt að eiga vini innan kirkjunar? Nákvæmlega. En ef við erum alltaf bara þjónandi krakkana með Guðs orði og leyfa þeim aldrei að leika sér, aldrei að ná þessum félagsskap út úr kirkjunni, þá eignast þau aldrei vini. Þá koma þau bara fyrir mömmu og pappa. Svo þegar þau eldast og þurfa að fara sjálf, þá kannski hættu þau bara að mæta þau eiga enga vini í kirkjunni. Þessu ætlum við að breyta. Við ætlum að byrja samkomuna strax niðri, krakkarnir koma ekki hér og verða með okkur uppi, heldur byrjum við strax niðri. Eldri hópurinn okkar 9+, hann byrja með samkomu, svo þegar þau eru búin að halda samkomu, þá bara leika þau sér. Þá fara þau í alls konar, við erum með alls konar, pingpongborð, alls konar dót, þau fá bara að leika sér. Lofgjörahópurinn fer upp, heldur aðra samkomu fyrir yngri krakkana. Áður en að þau fá samkomuna sína, þá leika þau sér. Þau ná að halda orkunni, þau eignast vini, mismunandi, þau fá bara að velja sér. Það fjörugt herbergi, litaherbergi, þetta verður allt svona niðurnjörvað, þannig að það fá bara allir að leika frjálsum hala. Svo þegar það búið, þá samkoma. Svo koma mamma og pabbi og sækja niðri í kaffisal. Þetta á að verða til þess að við eignumst öll félagsskap, við eignumst öll trúna á Jesú, við kynnumst Jesú betur og allir fá bara eignast samfélag í kirkjunni. Þannig ég held að ég sé búin að segja það sem ég ætlaði að segja, en til þess að við getum byrjað 7. september þurfum við að fá sterkar hendur með okkur á eftir til að flytja unglingahúsgögn niður og smá svona húsgögn upp. Ætlaði að vera með mér í því? Eftir samkomuna niðri.
Takk. Yndislegt, amen. Klöppum fyrir þessu. Þannig að þið getið sett eitthvað óhollt á disk ef það er veitingar hérna eftir, lagt þetta til hliðar, unnið ykkur inn fyrir því með því að bera húsgögn og borða það svo með góðri samvisku. En öflugt barnastarf er algjörlega lykill að framtíð kirkjunnar, lykill að því og það er bara svo mikil blessun fyrir börn að eignast góða vini, að alast upp í heilbrigðu og góðu umhverfi. Þannig að það er yndislegt og sem endilega taka þátt í þessu, styðja þetta, biðja fyrir því. Og svo áður en að við förum að tala fórnina og förum inn í það að þá vil ég benda ykkur á að það eru tilboð í gangi í jötunni hérna niðri. Það eru þess bækur á útsölu sem eru með afslætti ofan á útsöluna. Þannig að blessun ofan. Og svo eru líka nýjar barnasamfellur á tilboði. Mjög fallegar samfellur af börn með svona fallegri áletrun og þetta er á sérstökum tilboðsborðum hérna niðri í jötu sem sjáið þegar þið komið niður eftir samkomuna. Tilboðin gilda, þau byrja í dag og þetta gildir út næsta sunnudag. En þá er komið að við ætlum að halda lofgjöruna áfram með því að við heyrum lag og svo ætlum við að taka fórn, eða taka samskot. Og ef þú ert í dag og þú ert gestur og ert í fyrsta skipti, þá er þetta ekki skylda, þú ert ekki að borga fyrir að koma á samkomu. En svona kirkja, hún er algjörlega rekin áfram af því sem við leggjum til. Við eigum kirkjuna, við erum kirkjan og kirkjustarfið er fjármagnað af okkur, meðlimunum. Ég er svo ánægður með það er svo oft sem ég er ánægður og svo stoltur að því hvað kirkjan er dugleg að gefa og hvað við innilega eigum starfið sjálf. Og það uppörvar mig svo mikið. Við vorum eitthvað að fara yfir þetta daginn, auðvitað vill maður alltaf sjá meira. Við vorum svo til í að leggja miklu meira í barnastarfið, gera miklu flottara aðstöðu. Það eru margar breytingar og húsnæðinu sem okkur langar til að gera þetta aðgengilegra og flottara. Það er svo margt. Sýnirnar er alveg hérna uppi sko. Svo förum við eftir getu og göngum í trú eftir því sem Guð hefur lagt okkur á hjarta. Fyrir sóknargjöld þá náum við svona aðeins að reka þetta hús, örlítið meira það, ekki viðhalda því, heldur reka það. Þannig að allt annað starf, allt sem við sjáum annað en hiti, rafmagn og eitthvað svoleiðis, það eru gjafir meðlima, það er stuðningur meðlima og það er ótrúlega öflugt og þeim eiginlega bara klappa fyrir sjálfum ykkur fyrir það. Það er bara virkilega vel gert og Guð gefi að við bara höldum því áfram. Þannig að þegar við gefum, bara Guð blessa ykkur þegar þið gefið og ef þú ekki getur gefið, með Guð blessa þig svo þú komist á þann stað. Þetta er algjörlega bara frjáls framlög ef þú vilt vera með og ef þú ert ekki með reiðufé þá er posi hérna aftast og ef röðin er úr löng þá getur þú farið í næsta lagi eða eftir samkomuna og ef þið eru með bankanúmer kirkjunnar og eru með bankaapp í símanum þá getur þú sparað í sporin og bara ítt tvisvarsinnum á einhvern knapp og þetta er búin að gefa. Þannig að Guð bless okkur þegar við gefum og bless okkur áfram lofgjöruna. Amen. Alveg sama hvernig lífið virðist vera þennan dag þá skal ég lofa aðeins þér þó ekki virðist neitt í heimi geta hamingju mér veitt á mun ég lofa aðeins þér lofa þér lofa aðeins þér lofa þér já lofa aðeins þér kæri faðir lofa þér lofa aðeins þér þó ekki virðist ég við byrjum aftur
Þó mér virðist ég svo lítill og enga björnir geta veitt, þá vil ég lofa aðeins þig. Það máttu vita, elsku faðir, það máttu vita, kæri Guð, að ég mun lofa aðeins þig. Lofa þig, lofa aðeins þig, lofa þig, lofa aðeins þig, kæri faðir, lofa þig, lofa aðeins þig, kæri faðir, lofa þig, lofa aðeins þig, lofa þig, já lofa aðeins þig, kæri faðir, lofa þig, lofa aðeins þig, lofa aðeins þig, lofa aðeins þig. Já, við lofum þig, Drottinn. Og við tignum þig og lofum, Jesús. Og við tignum þig. Við lofum þig og við þakkum þig fyrir það, alveg sama á hverju gengur, Drottinn. Þá getum við valið að lofa þig, að því við þörfnumst þín, Drottinn. Ó, halleluja. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Börnin með að fara niður, gerðu þau svo vel. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord.
þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Þörfnist þinna nærveru Faðir, þörfnist þíns heilaga anda, fyllt okkur á því sem þitt er ó Guð í dag. Hjálp okkur Drottina, þar er ríkar af þér, hérna út en þegar við komum inn. Ó, takk Jesús.
að fótum þér. Þitt helga orð, það talar til mín og ég vil telja hjá þér. Þín drottinn, en með þér eigum við allt, getum allt, drottinn minn og Guð. Þakkuðum fyrir að Faðir að þú leiðir okkur áfram frá dýrð til dýrðar. Takk fyrir drottinn og þú fyllir okkur af anda þínum. Við fáum að beygja hné okkar frammi fyrir þér. Við fáum að lofa þig, við fáum að tigna þig, við fáum að fylla líf okkar af gleði, fáum að fylla líf okkar af krafti þínum. Takk drottinn minn og Guð, að þú ert skapari himins og jarðar, að þú ert skapar okkar, að þú ert lausnar okkar og takk fyrir allt sem við eigum í þér. Við viljum ekki lifa án þín, drottinn minn og Guð. Nei, svo sannarlega ekki. Ég vil dvelja hjá þér. Sæti við hægri
hönd föðurins í himins dýr, fékkstu sæti við hægri hönd föðurins, þú krýndur konungur, þú ert réttlátur, sannur og trúr, þú ert drottinn, ég er þjónn þinn, ég vil hefja þig. Í himins dýr, fékkstu sæti við hægri hönd föðurins. Í himins dýr, fékkstu sæti við hægri hönd föðurins, þú krýndur konungur, þú ert réttlátur, sannur og trúr, þú ert drottinn, ég er þjónn þinn, ég vil hefja þig, þú krýndur konungur, þú ert réttlátur, sannur og trúr, þú ert drottinn, ég er þjónn þinn, ég vil hefja þig, þú krýndur konungur, þú ert réttlátur, sannur og trúr, þú ert drottinn, ég er þjónn þinn, ég vil hefja þig. Sem syngið inn sem Í himins dýr, fékkstu sæti við hægri hönd föðurins. Í himins dýr, fékkstu sæti við hægri hönd föðurins, þú krýndur konungur, þú ert réttlátur, sannur og trúr, þú ert drottinn, ég er þjónn þinn, ég vil hefja þig, þú krýndur konungur, þú ert réttlátur, sannur og trúr, þú ert drottinn, ég er þjónn þinn, ég vil hefja þig. Svo sannarlega, svo sannarlega, svo sannarlega viljum við upphefja þig. Ó já, ó drottinn minn og Guð, halleluja. Og áður en við hleypum Helga að þá ætlum við að syngja enn eitt lag. Og ég veit að við öll sjálfsagt höfum hluti sem við róumst með dag frá degi og við vitum hérna uppi öll fyrirheitin, en það ekki alltaf eins og hjarta meðtakið það. En þá er gott í lagi eins og sem við ætlum að syngja núna að bara afhenda hana það. Og ég bara bið Drottinn auk okkur trú, aukt okkur trú Drottinn minn og Guð, að við mögum treysta þér fyrir öllum hlutum.
að við mögum gefa þér allt sem í hjarta okkar allt sem við erum og Drottinn Guð, að við þurfum náð þína, við þörfnumst þín svo mikið Drottinn, og við viljum fá að lifa fyrir þig, við viljum fá að hafa áhrif á allt umhverfi sem við lifum í fyrir náð þína og fyrir kærleika þinn. Þess vegna færum við þér allt sem í okkar hjarta í dag, í þessari játningu og Drottinn minn og Guð. syngja hjartans dýr.
Drottinn við þökkum fyrir yndislega nærveru þína hér í dag, Drottinn. Þakkar himneski Faðir fyrir þinn ljúfa heilaga anda sem hér. Og Drottinn minn, við opnum hjört okkar, við opnum líf okkar og við segjum kom heilagur andi. Drottinn minn, viltu mæta okkur þar sem við erum, viltu koma umlíkja okkur með friði þínum, með nærveru þinni, með krafti þínum. Viltu fylla okkur af lífi þínu, Drottinn, og viltu draga okkur nær þér heilagi Faðir. Og Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þitt orð sem lifandi og sem kröftugt. Og heilagi Faðir, við biðjum í Jesú nafni í dag að þú talir inn í líf okkar fyrir þitt orð. Lífgað okkur með orðið þínu, Drottinn. Byggð okkur upp með orðið þínu, Drottinn minn. Dragð okkur nær þér með orðið þínu, heilagi Faðir. Og við biðjum, Drottinn minn, verði allur viljið þinn og komi ríkið þitt í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Það yndislegt að dvelja í nærveru Guðs og bara þakka ykkur fyrir lóðgjörahópur að leiða okkur þangað. Það var eitt sem ég gleymdi að minnast á í haust en er mjög spenntur fyrir, þannig að tilkynningar annar hluti koma núna. Bænin ótrúlega mikilvæg. Bænin grunnurinn að bara öllu kristilegu starfi og okkar andlega lífi. Ég held að við Martin Luther sem sagði að kristnum manni gengi álíka vel að lifa sínu kristna lífi án bænar og okkur almennt gengi að lifa án þess að draga andan. Ég held þessi svolítið satt hjá honum. Jesús segir, ég vínviðurinn, þið eru greinarnar, ef þið missið samband við vínviðinn, þá missið þið lífið. Og bænin þessi tengsl. Og við höfum verið að undirbúa haustið og höfum talað saman í sumar, höfum verið að biðja í sumar og okkur fannst Guð leggja mjög sterkt á hjarta okkar að leggja áherslu á bænina. Og vorum búin að ákveða það og svo komum við á Kotmót og Stefán Kristensen var í alvörunni ekki búin að tala við okkur það sem hann ætlaði að predika. Hann sagði það, hann var svo lengi að segja það í byrjunda predikunar, hugsa nú halda allir að við höfum beðið hann að tala þetta. Hann sagði mér ekki. Svo kemur hann tala bara bænina og mikilvægi hennar. Og það sem kannski lá svolítið á hjarta okkar voru svona að leita bara hvað það sem Guð vill að við séum að gera. Að hvaða marki erum við að hlaupa, bara sem söfnuður, bara hvaða köllun höfum við sem kirkja. Okkur langar að vera markviss, okkur langar að hlaupa og bara í beina átt sem Guð vill leiða okkur. En við viljum ekki bara hlaupa í átt að góðri hugmynd. Við viljum hlaupa í átt sem Guð hefur markað. Við viljum setja okkur mark sem Guð hefur sett og það getur verið eitthvað sem okkur finnst kannski ekki endilega mjög rökrétt eða við sjáum ekki alveg, okkur finnst eitthvað annað líta betur út. Þannig að við ætlum að leggja áherslu á bænina næsta haust og við ætlum að byrja á krafti, að við vitum það líka bara, við Íslendingar við erum aðeins meiri spretthlauparar en langhlauparar, þannig að við ætlum að byrja á krafti, ekki enda á krafti, nei, við ætlum að byrja með krafti og við ætlum að taka 10 daga átak sem byrjar 7. september, þar sem að verður bæn og fasta. Og það þurfa ekki allir að fasta í 10 daga. Ég hef aldrei reynt það og ég ekki sem ég myndi lifað af. Ég þurfti að biðja mikið fyrir skapgerðarbresti mínum. Bara Guð láttu mig ekki hitta neitt í dag. Það brjálist ekki. En við ætlum að skipta þessu niður. Það verður sett upp skráningarblað, þú getur skráð þig og þarft ekki enda að nota fullt nafn, bara við vitum það einhver að fasta þennan dag, helst fleiri en einn. Og svo bænastund kvöldi klukkan 6 og ef þú fastar þann daginn endilega komdu á bænastundina það kvöldið. Og markmiðið ekki að biðja Guð vakningu, þetta viljum við alltaf á vakningu. Markmiðið ekki að biðja Guð að ykkur flugelda, það bara Guð viltu tala til okkar, Guð viltu draga okkur nær þér. Ekkert meira. Bara Guð, við viljum meira af þér, Guð, við viljum heyra frá þér, ekkert meira. En það þurfum við ekkert mikið meira en það. Þannig að endilega ekki vesla mikið í matinn fyrir 7. september. Nei. En bara hugsaðu með þér, einhver dagur vikurnar sem hentar þér betur en annar, einhver tími sem þú getur tekið frá þér frjálst að fasta eins marga daga þú vilt, kannski berandi læknin ef það mjög langur tími. En það má taka fleiri en 1 dag en endilega bara ákveðu núna að taka þátt. Og ég bara ótrúlega spenntur að sjá hvað kemur út úr þessu, hvað Guð vill gera. Þannig að amen. Þemað þennan mánuðin græðarinn. Og það er mynd af manni með hjarta framan á, ekki mynd af peningaselum. Að Guð ætla að gera okkar græður það er Guð sem læknar okkur, Guð sem græðir okkur, Guð sem byggir okkur upp. Ég gæti að hafa notað hann brandara líka síðast, fyrirgeði, hann bara líkur upp við. Og við byrjuðum á þessu síðast og fórum að tala að af hverju þarf Guð að græða okkur. Við Íslendingar, við erum
ekkert mikið alltaf fyrir að sína veikleika, við erum að batna með það, við erum alltaf að skána, við erum fann að viðurkenna, við erum líka mannleg, en almennt bara sem fólk þá hefur erfitt með að sína veikleika eða játa veikleika og yfir þegar maður fyrir að tala græðslu eða innri lækningu eða svoleiðis, langflestir fara að tala já en þarf ég eitthvað á þess að halda? Af hverju eitthvað að mér? Sem svolítið það sem liggur í, ef ég þarf græðslu það eitthvað að mér? Já, bara sjúkdómsgreining, það eitthvað að þér, þú ert mannvera, við erum öll, það eitthvað að okkur öllum. En málið það að við lifum í syndugum heimi og bara það að lifa í syndugum heimi og vera manneskja sem berst við syndugt eðli, þá höfum við orðið fyrir skaða af völdum syndarinnar. Það bara þannig. Við höfum orðið fyrir einhvern skaða, við höfum orðið fyrir einhvern særundum, við erum einhvers staðar brotin. En málið þetta, og það er fagnarerindið, að Guð vill endurreisa. Guð vill gefa okkur bata, Guð vill gefa okkur heilbrigði, Guð vill gefa okkur náð til þess að verða það fólk sem hann hefur skapað okkur til að vera. Yfirskrift dagsins í dag er líf í bata. Að lifa í þeim bata sem Guð vill gefa okkur. Og mér finnst svo mikilvægt þegar maður að fara að tala synd og maður að fara að tala breiskleika og maður að fara að tala allt þetta sem að fólk heldur að sé alltaf að tala í kirkju. Nei, alltaf neikvæða. Og það er bara mér sem finnst að fyndi að fólk býst ekki við það kemur í kirkju til að láta lemja sig með svipu, bara þú ert ömurlegur. Ég er ekki að fara að tala það. En alltaf þegar maður talar breiskleika og synd og svona, það er mjög mikilvægt að finnst mér að koma með þann formála, ég stend ekki hér í dag sem fullkominn maður að segja öllu ófullkomna fólkinu hvernig það eigi að lifa. Ég stend ekki hér í dag og segja líf í bata, ég ætla að segja ykkur hvernig ég hef náð 1000% bata í minni andlegu göngu. Bara ég ætla að sýna ykkur vídeo af lífi mínu, bara lifið svona, veitu. Það ekki á þeim forsendum. Öll eigum við slæma daga. Öll eigum við slæmar stundir, sumir kannski slæma mánuði, vonandi ekki mörg okkar. Og mikið innilega getum við átt að sameiginlegt að þráða. Við getum átt slæma daga og við erum kannski að berjast í hitt og þetta. En svo þráum við kannski að líf okkar endurspeglaði gildið okkar. Mikið vildi ég að líf mitt endurspeglaði 100% gildið mín. Mikið vildi ég að líf mitt endurspeglaði 100% vilja minn og löngunum mína til að lifa lífi sem lofar Guð. Og ég næði kannski ekki 100%, og kannski ekki nálægt í 100%, en ég stefnið þangað. Og það er markmiðið. Stefna að markinu. Og hægt og rólega þá batnar lífið. Hægt og rólega þá kannski batna ég og vonandi þá batnar mér líka. Hægt og rólega þá nálgust við markið, en það fyndna er, því meira sem hann batnar, því næmari verður maður fyrir því sem að. Fattu hvað við? Þetta er eins og hafið einhvern veginn prófað fólk sem bara prófar að hætta bara sykur í eitthvað tíma og svo getur ekki lengur borða jógurt að það er svo sæt. Bara er ekki jógurt svona eiginlega, þetta er létt jógurt, hún ekki vera holl. Svo bara ef þú tekur þetta út nú lengi þá allt í einu bara breytist bragðskynið og þá er þetta ekki gott lengur. Og það er alveg eins þegar lífið fer að batna og þegar við verðum heilbrigðari að þá breytast viðmiðin og þá er svo margt sem okkur fannst í lagi sem okkur finnst ekki lengur verið í lagi. Og þá finnst manni svo vandamálin sé að aukast. En það hefur ekkert breyst nema viðmiðin okkar. Og það er bara ágætt. Maður á ekki að missa móðin við það er til marks að okkur sé að batna. Og málið með það sem hollt og þess virði að gera er yfirleitt þannig að það er sjaldnast auðvelt. Það sem þess virði að gera og leggja eitthvað á sig fyrir er sjaldnast, einfaldast og auðveldast. En það er alltaf svo ótrúlega gott þegar maður er búinn að því. Það er alltaf svo ótrúlega gott þegar maður er komin í gegnum það. Í Hebreabréfinu 12. kafla er eitt vers sem ég finnst ótrúlega flott og langar að tala og vers sem að svona, bara einhvern veginn, eitt af þessum versum sem að maður les Biblíuna og það bara svona sekkur í hjartamanns og bara erðar. Og þar á undan koma nokkuð, að lesa það í samhengi. Við byrjum í 12. kafla Hebreabréfsins frá versi 7 og ég ætla að lesa gegnum vers 13. Þolið aga. Byrjið þetta ekki vel? Þolið aga. Guð fer með ykkur eins og börn sín. Öll börn búa við aga. Ef Guð agar ykkur ekki, þá eru þið ekki börn hans, heldur þrælborinn. Sem þýðir það að ef að Guð er ekki að aga okkur, þá kannski eru við ekki í barnasambandi við Guð. Þrælborinn það er að vera ennþá í synd.
Við bjuggum við aga jarðneska foreldra og bárum virðingu fyrir þeim. Skildum við þá ekki miklu fremur lúta aga himnesks föður okkar og lifa. Foreldrar okkar öguðu okkur fáa daga eftir því sem þeim leist, en okkur til gagns agar Guð okkur svo við verðum heilög eins og hann. Stundarsakir virðist allur agi að vísu ekki vera gleðiefni, heldur hryggðar. En eftir á veitir hann þeim alist hafa upp við hann friðsamt og réttlátt líf. Réttið því úr máttvana höndum og magnþrota knjám. Látið fætur ykkar feta beinar brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Það svo margt hægt að segja þessi vers. En eitt sem ég held að svona undirliggjandi og við getum öll verið sammála, það ekki gaman að fást við bresti sína. Heyri, amen. Það ekki gaman að fást við bresti sína og það sem eiginlega minnst gaman, það þegar maður vill ekki fást við bresti sína og ætlar ekki að fást við bresti sína, en Guð af náðsinni þvingar okkur til þess. Það ekki yndislegt. Að við lendi því að vera búin að gera eitthvað, þú tekur þessa ákvörðun og veist ekkert endilega þetta voðalega gott og svo koma bara hvílíkar afleiðingar. Og þú bara einhvern veginn, hvaða rugl þetta? Og svo gerir þetta aftur og aftur koma eitthvað fáránlegar afleiðingar. Allir aðrir komast upp með þetta, en ekki þú. Fleiri en ég sem lenti í þessu. Það bara, ég bara lærði það strax í grunnskóla að ég bara komst ekkert upp með það sama og allir aðrir. Ef eitthvað svindl gekk upp leið og ég gerði það, þá kom kennarinn. Bara eitthvað, Helgi, hvernig datt þetta í hug? Og bara eitthvað, þetta hefur verið stundað í þessum skóla í 15 ár. Ég ger þetta einu sinni og þá bara hvílít spilt eðlis og þú berð barn, eitthvað hérna. Ég bara komst ekki upp með það sama og allir aðrir. Og stundum það þannig þegar við fylgjum Guði að við bara komst ekki upp með það sem allir aðrir komst upp með. Af hverju? Af því Guð elskar okkur of mikið til að leyfa okkur að komast upp með það. Hann horfir á okkur og segir, þú getur betur. Ég hef trú á þér. Ég veit að þú getur betur, þannig ég ætla ekki að leyfa þér að sleppa með þetta. Farðu löngu leiðina. Það miklu betra fyrir þig. Guð agar okkur og það ógeðslega leiðinlegt. Þegar maður vill ekki horfast í augu við það, þegar maður vill ekki þurfa að eiga við það, en þegar maður komin með þetta, þegar maður búin að læra leksíuna, mikið rosalega maður þakklátur, mikið svakalega maður ánægður og mikið svakalega líður manni mikið betur. Guð elskar okkur svo mikið að hann agar okkur, að hann leyfir okkur ekki að stytta okkur leið. Hann leyfir okkur ekki í þeim ekki til langs tíma litið. Stundum þá fáum við náðatíma, en það kemur alltaf að því að við mætum afleiðingunum. Umfram aðra menn, af því að Guð elskar okkur. Af því að Guð vill byggja okkur upp og Guð vill að við lifum bara á hærri standard. Og lokaversið finnst mér svo magnað. Það snýst líf í bata. Réttið úr máttvana höndum og magnþrota knjám, látið fætur ykkar feta beinar brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Með öðrum orðum, eins og segir annars staðar, okkur allra freistað á ólíkan hátt. Það sem ég glími við kannski ekkert mál fyrir þig. Og þess vegna horfðu þú kannski í mitt líf og þú hneykslast. Hann, og þú veist, forstöðumaðurinn, að díla við þetta. En svo horfðu ég kannski á þitt líf og það sem þú ert að díla við ekkert mál fyrir mér og ég bara, wow. Það svo auðvelt að dæma syndir sem maður glímir ekki sjálfu við. Það svo auðvelt að dæma veikleika sem eru bara í annarra fari en ekki okkar eigið. En svo okkar eigin syndir, við skiljum það bara svo vel. Við höfum svo mikið skilninga og þetta sé nú bara ekkert alltaf rosalega auðvelt og þetta getur bara verið erfitt fyrir fólk. Eru fleiri en ég sem eru meðvirkið með sjálfum þessum syndum. Bara þetta mín synd, en svona bara mínar aðstæður. Og ég minnist þess ennþá þegar ég var í biblíuskóla og ég kom inn á ég var á heimavistinni og það var svona kaffiborð og það sátt allir strákunir og það var eitthvað svona undirskriftalisti og ég bara, hvað, eru það mótmæli einhverju? Mér fyndi á biblíuskóla, eitthvað brjálu mótmæli og nei, þá voru þetta að skrifa svo lista þeir sem vildu kaupa eitthvað biblíuforrit. Það kom eitthvað nýtt biblíuforrit með bókasafni og eitthvað og þeir ætluðu að kaupa eitt forrit og svo ætluðu þeir að hakka það, þannig gætu kópera það og þessar 10 manns myndu bara borga 1/10 og fá heilt biblíuforrit. Og ég var alveg, þetta ekki stuldur, ólöglegt. Og þá var einn sem hafði
komu hans í skólan hans hafði seinkað, því hann var að bíða eftir vígslu í kirkjunni sinni og svo fekk hann vígsluna og kom veitti okkur hérna postulegu blessun í fyrsta skipti sem hann fekk í umboð þessar vígslu og hann horfði á mig og sagði But God understands our situation. Bara, Guð skilur kringumstæður okkar. Við erum bara í biblíuskóla. Við höfum ekkert efni á að kaupa heilt forrit. Við erum bara, þú veist, ég skil kringumstæður mínar, Guð hlýtur að skilja þér líka. Bara, þú veist, þetta er eiginlega synd, en þú veist, þetta er bara þú. Já, ég held ekki, ég veit það ekki, ég held ekki. Mér finnst það ólíklegt. Við erum öll að glíma við eitthvað. Sumir, þeir alltaf að kaupa ykkur ódýr biblíuforrit, aðrir, þeir eru að stjórna á skapi sínu. Það getur verið ólíkt sem við erum að glíma við. En það sem er sameiginlegt með okkur öll er að það skiptir ekki máli hvar bresturðin er. Ef þú heldur þig frá freistingunni, þá brotnar hann ekki. Ef þú ert með hnetuofnæmi, þá truflar það ekki lífið þitt ef þú borðar ekki hnetur. Fattiði mig? Látið fæturnar feta breinar brautir og það sem er brotið, það sem er hnjaskað, það sem er veikt, það brotnar þá ekki. Líf í bata snýst að lifa eins og kannski mér ekki tamast, eins og mér kannski ekki eðlilegast, að fylgja Guðs orði, gera það sem er rétt og þá allavega versnar mér ekki. Og mér finnst þetta svo sterk mynd að þú fetar beini brautina að þá vindast ekki lappirnar úr liði, þá brotnar ekki undan þér. Og meira sé að þannig, þá stundum náðir bata eða fá bara tíma til að gróa. Syndin er skemmandi og það sáum það síðustu viku, syndin er skemmandi afl. Syndin, hún eitrar, hún sker, hún eyðir út frá sér og ef við erum alltaf sífellt að fá högg, þau þurfa ekki að vera þung, en þá ná sárun ekki að gróa. Ef við fetum beinar brautir, ef okkur tekst að lifa fjarri skemmandi afli syndarinnar, þá batnar okkur. Þá náum við að gróa. Þá náum við tíma til þess að styrkjast og það sem var veikt, það kannski verður bara ekki lengur veikt. Mér finnst þetta svo dásaleg, mér finnst þetta svo sterk mynd og mér finnst þetta svo hvetjandi. Guð er ekki að láta okkur feta beina brautir svo við finnum hvað eru miklir aumingjar eða við fáum stöðugt samviskubit, það er svo við verðum heilbrigð. Það er svo við verðum sterk. Það er svo við getum gengið stöðugar og jafnvel beinna. Og það lítur ólíkt út fyrir okkur öll. Það sem að ég þarf að gera til að feta beinabraut er kannski ekki það sama og þú þarft að gera. Þess vegna munu áherslurnar í mínu lífi ekki vera eins og í þínu lífi. Og það sem er mikið mál fyrir mér er kannski ekkert mál fyrir þér. En við eigum eitt sameiginlegt. Við þurfum á Guðs náð að halda og við þurfum að taka aga Guðs og við þurfum líka að aga okkur sjálf. Og stundum líður mér eins og í manni hvort hann heit Felix, þetta er í Postulasögunni, þetta er eitt af þessum versum sem að, ég veit ekki, mér finnst ekkert endla vola gaman að lesa, það sem að Páll postuli, hann er alltaf kallaður reglulega fyrir hersöðingja og hann fór svo gaman að hlusta á hann, en alltaf þegar Páll fór að tala sjálfsaga, þá hann senda hann í burtu. Líf í bata og það sem Guð þráir er að gefa okkur líf sem einkennist af hans friði. Og ég elska orðið í Biblíunni, það er ekki oft sem ég heyri mig segja eitthvað, einhver grísk eða hebresk orð, nema þessu helst orð sem allir kunna. Mér finnst það svo fyndið, einhver segir, þetta orð, ég veit ekki, bara eitthvað grískt orð, eitthvað nakakúkab, geta allir sagt það. Allir segja það og veit enginn hvað það þýðir. Það breytir okkar daglega lífi ekki neitt en við sögðum eitthvað á útlensku sem við vonum að hafa verið rétt orð en ekki eitthvað svona vandræðilega eins og kínverska tattúði sem er bara eitthvað mataruppskrift. Við vonum mjög innilega að hafa verið eitthvað kristilegt orð en það breytir engu. En hver kann að segja friður á hebresku? Ekki? Shalom. Ekki? Það kunna það allir, flestir. Shalom. Þetta orð, það þýðir svo miklu meira en bara ekki stríð. Það þýðir svo miklu meira en bara, fólk sé ekki að berjast hvert við annað og sé ekki ykkur orðstæð gangi. Friður, þetta er stórt orð og maður þarf maður segir það með rattböndunum, maður segir það með tönnunum, maður segir það með nashólunum hérna uppi, maður segir það með öllu andlitinu. Friður Guðs. Það þýðir friður á öllum vígstöðum í lífi mínu. Það er friður. Ég á friði Guð, ég á friði menn, ég á friði sjálfar mig, það er friður í fjölskyldunum minni, það er friður í fjármálum mínum, það er friður í heilsu minni, það er friður og velsæld Guðs yfir öllu.
Lífið allt í jafnvægi. Það samhljómur. Það lífið sem Guð vill leiða okkur inn í. Hann vill gefa okkur frið. Guð vill gefa þér sinn frið. Og sá friður nær yfir allt þitt líf. Það kannski stormasamt allt í kring. Það kannski stríð í landinu. En þú getur átt frið. Við getum átt frið. Það lífið sem Guð vill gefa okkur. Og mér finnst það svo frábært, þessi mynd í 5. Mósebók, ég elska 5. Mósebók, það sem lögmálið gefið næstu kynslóðin sem var ekki vitnað öllu, en kynslóðin sem heldur áfram. Og svo segir hann í 30. kafla, hann undirbúa þau eru að fara að ganga inn í fyrirheitalandið, þeir eru búin að bíða í 40 ár, forfeður ykkar og foreldrar hafa beðið eftir þessu, það allt búið með þessu marki, svo fá þau, Guðsmanninn Móse, hann stendur frammi fyrir þeim, ég get ekki fyllt ykkur, ég get bara gefið ykkur það sem Guð hefur gefið mér. Og svo takið þið landið. Þetta er svo magnþrungið augnablik. Og svo segir hann í 19. versi í 30. kafla, ég kveð bæði himin og jörð til vitnis gegn ykkur í dag. Ég hef lagt fyrir þig líf og dauða, blessun og bölvun, veldu þá lífið. Mér finnst það svo æðislegt. Veldu þá lífið, svo þú og niðja þínu megi lifa, með því að elska drottinn Guð þinn, hlýða boði hans og halda þér fast við hann, því að þá muntu lifa og verða langlífur í landinu sem drottinn hét að gefa feðrum þínum Abraham, Ísak og Jakob. Guð leggur fyrir okkur gott og illt. Hann leggur fyrir okkur líf og dauða, blessun og bölvun og svo stendur hann við hliðina okkur og hann hvetur okkur og segir og veldu lífið. Veldu lífið. Guð vill að við veljum lífið. Guð ekki þannig að hann leggur rétt og rangt og svo segir hann, þetta gott en ég veit að þið gerið hitt aumingjar. Ég veit að þið gerir hitt að þið bara syndut fólk. Guð, hann eins og þjálfarinn á hliðarlínunni og hann hrópar, veljiði lífið. Hann markið, skoraði í það. Og þó við klúðrum, þá kannski gargar hans á okkur, en við efumst aldrei eitt. Hann með okkur í liði. Hann heldur með okkur. Hann styður með okkur. Hann styður okkur. Hann þráir að sjá okkur ná lengra. Hann þráir að sjá okkur vaksa. Af hverju? Af því að hann hefur trú á okkur. Af því að hann hefur áætlun fyrir okkur. Af því að hann vill okkur vel. Af því að hann faðir okkar, af því að hann góður Guð. Líf í bata snýst að velja lífið. Það snýst að ganga út á Guðs orð og með Guðs hjálp að breyta stefnu. En það sem svo mikilvægt, það sem svo ótrúlega mikilvægt og hérna ég kannski að gera ráð fyrir að fleiri séu eins og ég, að því ég hef brennt mig á því þá svo mikilvægt að undirstrika að við þurfum að hafa heilbrigt jafnvægi í hvernig við nálgumst þetta. Áður en við ráðumst á þvernýpið sem það að lifa samkvæmt orði Guðs, að ganga út á Guðs vilja og gera Guðs vilja, áður en að síga niður þvernýpið. Þá lífsnauðsynlegt, bráðnauðsynlegt og ómissandi að fyrst tökum við, og ég held að heiti örugglega hæll, það sem að fjallgöngumenn lemja inn í berg til að festa kaðal í, heiti kannski eitthvað annað en það veit hvað sem ekkert okkar hvað það þið viti hvað ég meina. Að við tökum þann hæl sem skilningur á því að við erum hólpin fyrir náð. Hællinn sem skilningur á því að Guð elskar okkur án verðskuldunar. Skilningur á því að það sama hvernig ég sama hvað ég finn í mínu fari, þá sá Guð að áður, elskaði mig samt og frelsaði mig samt. Skilningur á því að Guð með mér og ekki á móti mér. Skilningur á því að þetta ferðalag sem ég fer bara í fyrir Guðs hjálp. Þennan hæl þarf ég að reka á bólakaf ofan í bergið og svo held ég mig fast í hann til að komast niður. Þú ferð ekki niður þvernýpið nema að hanga á þessum sannleika. Þú getur ekki í eigin mætti lifað eftir vilja Guðs, það ekki hægt. Ef þú ætlar að reyna að ganga út á Guðs orð og þegar þið mistekst heldur á einhvern hátt hafa verið valdið Guði vonbrigðum og hann búin að gefast upp á þér, þá þetta búið. Þá kemst ekki lengra. Ef við lifum ekki í helgun fyrir náð, þá við bara stopp. Það svo rosalega mikilvægt. Það þetta háleita markmið. Við ætlum að stefna hátt. Við ætlum að fljúga eins hátt og Guð hefur kallað okkur til að fljúga. En við þurfum að muna það að það bara fyrir náð. Það bara Guðs gjöf. Það bara að elska Guðs og kærleiku Guðs sem heldur okkur uppi.
Ég get ekki breytt sjálfur mér, en Guð fyrir sinn heilaga anda getur það. Og þegar að mér mistekst, vitið, þeir sem að eiga börn, og þið muni hvernig var þegar börnin eitthvað voru að læra að labba, þetta var ekkert rosalega þokkafullur gangur, vitið, og að fóru ekki eitthvað langt, 2 skref og svo duttu þau. En var þetta ekki bara eitthvað sem brætti hjarta að sjá taka 2 skref? Þetta bara eins og það hafi labbað kringum jörðina, bara kalla á alla fjölskylduna, síminn komin upp, bara, hann tók 2 skref, vitið, bara af hverju? Að þetta barnið okkar og við elskum það og við elskum að sjá það vaksa. Þó það hrasi, þó það detti, hvað gerum við? Tökum 2 litla putta, látum halda í, hjálpum að labba, löppum aðeins með þeim, sleppum annarri höndinni og það bara geggjað þau labba. Svo sleppum við hinni hendinni og það kannski 4 skref og við erum bara wow. Þetta betra en að horfa á Ísland vinna Danmörku í handbolta. Þetta bara geggjað, bara mesti sigur sem hefur unnist. Af hverju? Að þetta barnið okkar og við elskum það og við þráum að sjá það vaksa, við þráum að sjá það fara lengra. Vitið, ég veit ekki hver er hraðasti maður í dag, kannski er það ennþá Usain Bolt, en einu sinni kunni hann ekki að labba, einu sinni kunni hann ekki að ganga, einu sinni tók hann 2 skref og það var æðislegt og í dag hleypur hann 100 metrana, veit ekki, á hálfri sekundu eða hvað sem það er. Hann hleypur rosalega hratt. Þannig er ganga okkar með Guði. Guð er þetta foreldri sem heldur með okkur. Guð er þetta foreldri sem hvetur okkur áfram. Guð er þetta foreldri sem vil ganga með okkur. Líf í bata er samtímis eins og ólíkt fyrir okkur öll. Og ég er að nálgast endan á þessu öllu saman. Það er eins en á sama tíma ólíkt fyrir okkur öll. Mínar áherslur munu endurspegla mína veikleika. Og mér finnst svo flott vers í Efesusbréfinu 4. kafla sem nær þessu rosalega vel. Þetta er vers 22 til 29. Og það segir, þið er að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem er spilltur af tælandi gindum, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinnum nýja manni sem skapar í Guðsmynd og breytir eins og Guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Svo kemur þetta sem ég finn svo yndislegt. Leggið því af lygina og talið sannleika, hvert er sinn náunga, með því að við erum hvers annars limir. Ef þið reiðist og syndið ekki, sólum og ekki setjast yfir reið ykkar, gefið djöflunum ekkert færi. Hinn stelvísi hætti að stela, en leggi hart að sér og gera það sem gagnlegt er með höndum sínum, svo hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi er. Látið ekkert fúgirði líða ykkur af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist, til þess að verða til góðs þeim er heyra. Hinn stelvísi hætti að stela, fari frekar að gera eitthvað gott, svo hann geti gefið. Í staðinn fyrir að stela, þá fyrir hann að gefa. Í staðinn fyrir að tala fúgirði, þá fyrir við að blessa. Í staðinn fyrir að baktala, þá fyrir við að uppörfa. Er það ekki æðislegt? Og þess vegna eigum við að vita hverjar syndir fólks voru á því hvað það gerir best. Rosalega þessi gjafmildur, hann hlýtur að hafa verið þjóður. Bara, mikið þetta fallegt sem þú sagði þér, þú hlýtur að hafa baktalað mig mikið í den. Að það sjáist í því sem við skörum fram úr í hvað við börðumst við einu sinni. Það er kannski ekkit mikilvægt fyrir alla, fyrir þann sem það var ágjarn, þá er það miklu meira átak að gefa og það þarf að vera miklu meira áhersla í líf hans. Fyrir þann sem var alltaf að baktala, þá er miklu meira átak að tala jákvætt fólk og við fólk og að vera hreinskilinn fólk, að segja aldrei neitt fólk sem myndi ekki segja við fólk. Og það þarf þá að vera áhersla í lífi hans. Fattið hvað er að fara? Að það sem er áhersla í lífi okkar, þá oft endurspeglar það sem er veikleiki okkar og þannig þarf það að vera. Þannig að þó svo að þetta verði ólíkt fyrir okkur öll, og það sem er eins er þetta. Líf í bata mun alltaf fela í sér stöðugt samband við Jesú. Það er ekki augljóst. Vínviðurinn og greinarnar. Án mín getið þið ekkert gert. Ef við missum sambandi við vínviðinn, þá hættum við að bera ávöxt. Það er sama hvað við flottar greinar og erfðabreytt eða hvað sem er, við berum engan ávöxt. Við þurfum að vera í sambandi við Jesú. Og inn í þetta kemur, við verðum að eiga bænalíf. Bara, við verðum að eiga bænalíf.
Byrja hvern dag, enda hvern dag, biðja 1000 sinnum út í gegnum daginn. Eiga bæði svona skyndibænir sem maður getur beðið í bílnum eða eitthvað stað, bara Guð hjálpa mig að gera þetta, ég var að gleyma þessu, og tíma þar sem við lokum okkur af og við erum reiðubúin að heyra frá Guði. Það sem Guð getur talað til okkar, það sem Guð fara að eiga við okkur. Bæði svona gæða tíma með Guði og líka bara þetta opna samband, veitir, SMS til Guðs. Bara, eru fleiri en ég sem gera það. Ég og Guð eru miklir SMS-vinir. Og annað mun vera meiri styrkleiki en hitt. Sum okkar við erum góð í SMS-unu en við erum léli í hinnu. Sumir eru rosalega góðir í að loka sig af en bara fatt ekki alveg þetta með SMS bara akkur ekki tala í 2 tíma því ég byrjar að tala hvað sem er. Og það alveg eins með Guðs orð að lesa Biblíuna. Eins og einhver maður sagði, ef Guð er búinn að skrifa okkur bréf vilja sinn, af hverju eigum þú alltaf að vera að hringja að spyrja það sem er í bréfinu? Guð þarf ekki að gefa mér sérstaka opinberun á það sem hann er búinn að segja mér í Samhjálparblaðinu. Í Biblíunni. Það var eitthvað rit hérna sem ég ætla að taka upp. Þetta er gott blað. Veitir, til hvers á Guð að gefa mér sérstaka opinberun ef hann er þegar búinn að skrifa mér bók það sem ég er að leitað. Leitum Guðs í orði hans. Líf í bata mér alltaf fela í sér samfélag við aðra lærisveina Jesú. Faðir vorið, allt í fleirtölu. Það tekið eftir því. Jesús kenndi okkur að biðja, ekki faðir minn. Faðir vor. Við tilheyrum samfélagi. Við tilheyrum líkama. Og það er ekki þannig að kirkja Jesú Kristi svona einstakar frumur og dreifum alla jörðina. Einn líkami. Ein hjörð, einn hirðir. Ein kirkja, einn drottinn. Og við vestrænir menn í dag, við viljum helst gera þetta á okkar forsendum og okkar hraða, helst í símanum, helst í tölvunni, ekki þurfa að díla mikið við fólk. En þannig virkar það ekki að vera lærisveinn. Það sem er erfitt við að tilheyra kirkju er ástæðan fyrir því að við þurfum að tilheyra kirkju. Í kirkjunni kynnumst við fólki sem við myndum aldrei umgangast utan kirkjunar. Það er bara þannig. Og það er hollt, og það er gott, og það er nauðsynlegt. Í kirkjunni, þú ert kannski rosalegu skipuleggjandi, þú ert með svona bara náðargjöf og þið finnst allt verið í kaos. Æðislegt. Kirkjan þarf á þér að halda og þú þarf kannski aðeins að slaka á. Þú kemur, þú ert rosalega kaotísk manneskja, þú vilt helst hafa allt einhvern veginn hérna og þið finnst allt verið svo stíft í kirkjunni. Æðislegt. Kirkjan þarf á þér að halda og þú þarft á manneskjunni með skipulagshæfingarna að halda. Kynnast. Tengja eitthvað saman, bara mér fannst þetta fyndið, ok. Við erum rosalega ólík í kirkjunni og þannig á kirkjan að vera. Og ég veit að ég þekki marga einstaklinga sem hafa orðið fyrir særindum í kirkjum, hafa orðið fyrir vonbrigðum í kirkjum og það er bara mjög skiljanlegt að það sé þá erfitt að skuldbinda sig söfnuði. Og ég skil að það er erfitt og það er bara mikil náð með það. En þegar við lesum Nýja testamentið, þá er það álitið svo sjálfsagt og eðlilegt að allir tilheyri samfélagi. Allir tilheyri kirkju. Og kirkjan í Nýja testamentinu er ósjálfrátt skipulögð því frá honum er svo gjöf komin. Að sumir eru, postular, spámenn, hirðar, kennarar, trúboðar, ósjálfrátt er kirkjan skipulögð. Því í dag er alltaf þetta vantraust gegn skipulögðum trúabröðum. Leið og við ákveðum að hittast einu sinni í viku, klukkan eitthvað ákveðið, sorry, þá eru vorin skipulögð trúabröð. Það er bara þannig. Leið og við eina bók sem við lesum, þá eru vorin skipulögð trúabröð. Og að tilheyra söfnuði undir það fellur að biðja fyrir kirkjunni sinni, að þjóna með einhverjum hætti, mikið að lítið eftir því sem við getum, að taka þátt í með því að gefa til starfsins, taka vel á móti nýju fólki, kynnast fólkin í kirkjunni, veitir. Bara eins og við tala mikilvægt í barnastarfinu, börnin þurfa að kynnast. Við þurfum að kynnast. Kannski er einhver í kirkjunni sem er að glíma við eitthvað sem þú ert búin að fara í gegnum. Þú ert besta manneskjan til að hjálpa þeim lengra. Getur vel verið að ég geti ekkert hjálpað. Getur vel verið að það sé engin annar sem getur hjálpað, en þú ert búin að fara í gegnum þetta. Mikið verið frábært að þið myndu kynnast. Mikið verið frábært að þú getur hjálpað þeim lengra. Og við þurfum á trúnaðarsamböndum við samherja á göngunni að halda. Þar sem maður getur játa syndi sínar. Þar sem maður getur opnað veikleika sína og fengið fyrirbæn og beðið saman og lesið saman. Samfélagshópar geta verið brú inn í slíka vináttu. Og ég veit ekki ykkur, en ég er bara að því að Guð aðgar okkur alltaf. Ég er þannig að ef ég einhvern veginn fer út á sporunu, ég einhvern veginn brest á einhvern hátt, ég flýti mér að tala við trúnaði vinn og játa syndina
og fá fyrirbæn. Að ég veit að ef ég díl ekki við það, þá bara versnar það. Ég veit að ef ég díl ekki við það, þá þarf Guð kannski einhvern veginn að aga mig. Og ég var búin að læra reynslunni, díla við það strax. Besta leiðin, játa það. Ekkert gott vex í myrkrinu. Þar vaksa myglusveppir, eitthvað blautt og slímugt. Það er ekkert gott sem vex í myrkrinu. Komdu þið í ljósið. Koma ljósinu strax. Þess vegna þurfum við að trúnaði vini sem við treystum og eru traustinsverðir og að vera til staðar fyrir aðra. Að lifa í bata snýst eiga lífstíl þar sem við erum stöðugt opin fyrir því að breytast. Ef ég sé synd í lífi mínu, þá sé ég fús, hvort sem ég geta eða geta ekki, þá allan að ákveði ég, þá ætla ég að vera fús að leggja þetta hliðar og biðja Guð að hjálpa mig til þess. Ef ég sé að eitthvað viðhorf er rangt, þá vil ég vera fús að breyta því eða leyfa Guð að breyta því. Líf í bata, og það eru slæmufréttirnar, þetta er ferðalag sem varir út ævina og það verður ekki léttara. Vitið, það er bara standardin bara hækkar, þú sér bara fleiri hluti sem þurfa að taka til. Það er eins og eftir að ég gifti mig, ég var ekkert með rosalega lágan drasslþröskuld, vitið. Ég hef alveg getað að lifa hvar sem var, ég bara einhvern veginn svona, ekki mjög vondri lykt og svona, en óreiða truflaði mikið neitt. Og svo giftist ég konu sem alltaf taka til og alltaf var hreint. Og allt í einu þá bara fór drassla að pirra mig, skilji. Allt í einu bara hækkaði standardinn. Og mér fannst bara alltaf vera drassla allstaðar. Kannski þegar ég bjóðar, ég veit það ekki. Kannski þegar ég var þar. Fattið hvað við? Það var miklu hreinna í kringum mig, en standardinn hækkaði. Og það er alveg eins, þegar við náum heilbrigði, þegar við náum bata, þá hækkar standardinn. Þannig að vandamálunum bara fjölgar ef eitthvað er. En það er rosalega gott að verða heilbrigðari. Grunnurinn, svo ég dragi þetta saman, er að vera rótfest í náð Guðs. Þegar við erum rótfest í náð Guðs og við vitum að Guð mun ekki yfirgefa okkur sama hvað við finnum í líf okkar, þá getum við í heiðarleika horfst í augu við okkur sjálf í spegli Guðs orðs. Þegar ég efast ekki að Guð mun vera með mér sama hvað ég þarf að díla við, þá get ég horfst í augu við sjálfa mig eins og ég er og ég get verið viðbúin það sem ég sé í speglinum. Þá þarf ég ekki að lifa í afneitun. Þá þarf ég ekki að klappa yfir það sem ég bara höndla ekki að díla við. Þá get ég með Guðs hjálp tekið á við hvað sem er. Og Guði sé lof, bara í alvöru Guði sé lof og þökk, að hann stjórnar í hvað við sjáum mikið í einu. Veist, að stundum, bara í byrjun, þá er speilin svolítið móðugur. Þá sér maður bara eitthvað hot sem stendur hérna út og eitthvað svona. Þá sér maður bara eitthvað hrikalega augljóst, bara eitthvað, wow, það er hot. Svo bara fer hann að pússa hann aðeins og þá fer maður að sjá eitthvað meira, svona details. Og svo undir lok þá komið svona hræðilegu speil sem allar konur eiga, sem hún setur, og þá sérðu svona 30 svona stærri og þá er bara einhver pláneta á nefuna þér. Það hef ég séð þetta svona spegla. Það er bara, ég þarf ekki svolítið spegla í mitt líf, en Guð gefið þér hann ekki strax. Þú færð alveg heilt æviskeið áður en að það kemur. Og þá ertu hvort sem er komið svo mikið æðruleysi, það er ekkert mál að díla við það. Líf í bata snýst þetta að hægt og rólega þá yfirgefum við áhrifasvæði syndarinnar svo hún hættir að skemma líf okkar. Við fetum beinu brautina til þess að það sem er laskað í það minnsta versningi og helst læknast það. Niðurstaðan, betra líf er valkostur fyrir mig og fyrir þig. Líf í bata er valkostur. Við eigum möguleika á því. Það er raunhæfur valkostur. Guð þráir að gefa okkur líf sem er hamingjusamt og fullt af hans friði og Guð stendur með okkur í því. Guð hvetur okkur í því. Guð er með okkur og ekki á móti okkur. Jesús segir sjálfur, ég er ekki kominn til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Jesús er ekki kominn til að dæma þig og finna að þér. Hann er kominn til að leysa þig, hann er kominn til að byggja þig upp, hann er kominn til að gefa þér líf. Hann segir, ég er kominn að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Líf þar sem allt er í botni, á þess að sé óþægilegt. Líf við öllu blessunum Guðs. Líf í friði, líf í hamingju, líf þar sem þú ert blessun. Og vitið þið hvað, og það finnst mér svo æðislegt og svo spennandi, við getum þetta. Við getum eignast þetta. Við getum lifað svona. Þetta er raunverulega raunhæf leið fyrir okkur öll. Við byrjum á ólíkum stað
Og við byrjum með misstóran skammt í höndunum og við fáum misskarpan spegil, en byrjunin strax rosalega mikill sigur. Og að halda áfram stærsti sigurinn. Það gefast ekki upp, af því að þú kemst ekki á leiðarenda hérna megin grafar, en að velja lífið. Að velja lífið. Það gríðarleg blessun og það gríðarlegur sigur. Við skulum enda á því að biðja saman og við getum bara öll saman tekið þessa sameiginlegu ákvörðun sem einstaklingar og sem kirkja, þá viljum við velja lífið. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir fagnaðarerindið Jesú Krist. Þakka þér fyrir að þú ert góður Guð, þakka þér fyrir að þú ert lifandi Guð og þakka þér fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og þú sérð okkur þar sem við erum. Þú sérð hvað við erum að eiga við, eitt og sérhvert, þú sérð sigra okkar og vansigra og ég þakka þér fyrir það Guð að þú lítur á það sem sá sem elskar okkur, sá sem stendur með okkur, sá sem hvetur okkur og sá sem þráir að gefa okkur bata, sá sem þráir að gefa okkur líf í fullri gnægð. Þakka þér fyrir að þú grætur með okkur þegar við grátum og þakka þér fyrir að þú fagnar með okkur þegar við fagnum. Og Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þetta yndislega orð sem hún gefið okkur, Drottinn, að þú kallar okkur til að lifa í fullri gnægð. Og heilagi Faðir, við viljum bara gefa út þessa yfirlýsingu hér í dag. Ég gef það út yfir mitt líf og ég trúi að við öll gerum það fyrir okkar líf, fyrir söfnuðin okkar og kirkju Jesú Krists á Íslandi, Drottinn. Við veljum lífið, Faðir. Drottinn, við viljum velja lífið. Við viljum velja blessun. Við viljum velja lífið sem þú gefur. Drottinn minn, ég bið og hjálpur okkur. Og ég bið líka fyrir bæna átakinu í haust. Drottinn, gerð okkur að biðjandi fólki. Drottinn, ég bið að þú grundvallir bænina í líf okkar. Að bænin sé meira en verk, hún sé opið samtal við þig. Að við mættum eiga nánd við þig í bænalíf okkar, Drottinn. Geð okkur elsku fyrir orðið þínu, að við elskum að lesa það, við elskum að meðtaka það og orðið þitt hafi kraft til að breyta okkur, kraft til að leiða okkur og við mættum ganga út á það, Drottinn minn. Og þannig bið ég fyrir sjálfa mig og alla áheyrendur mína í dag, Faðir. Ég bið Drottinn í Jesú nafni, viltu fleyta okkur lengra á göngunum með þér. Geð okkur ná til þess að feta beinar brautir, þannig að það sem veikt og það sem brotið í líf okkar, það nái bata, Drottinn. Og ég bið þig að þetta megi vera græðslu staður, að þetta hús og þessi söfnur megi vera lækningarstöð, þar sem að allir geta komið með bresti sína, haltrandi, veg sama hvað með eiga við og fundið græðslu og fundið lækningu, fundið kærleika og yl í Jesú nafni, Drottinn minn. Amen. Amen. Það fyrirbæn hérna inn í hliðarsalnum. Ef þú ert hérna í dag og þú aldrei byrjað þessa göngu, þú aldrei valið Jesú Krist, þú aldrei hleypt honum að þá skora ég á þig að fara ekki hérna út í dag fyrir þú ert búin að því. Komdu fram og leið okkur að biðja með þér og byrja þessa leið með þér. Það það besta sem þú getur gert, það það besta sem ég hef gert og ef það ekkert annað sem að ég skil eftir hjá þér í dag, með að vera þetta, taktu þig Jesú, fylgdu Jesú. Sama hvað annað þú vilt fá fyrirbæn fyrir, bara, vilt þakka Guði fyrir eitthvað hvað sem þá fyrirbænin líka opið fyrir þig og með við byrjum að syngja þá ykkur frjálst að koma, fyrirbændur munu koma sér fyrir. Svo kaffi eftir samkomuna og þið sem með börn í barnastarfinu endilega sækja þau fyrir síðar. Annars bara þakka ykkur fyrir samveruna, Guð blessi okkur. Amen.